Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Hingað til mín og eftir kemur Dóra Sif Tínes, hún lögmaður og starfaði hjá EFTA. Við ætlum að ræða þessum EES-samninginn, kosti hans og galla og svona þessa umræðu sem hefur aðeins farið á stað í kringum þennan stóra samning sem Íslendingar eru aðilar að. Síðan kemur til mín Sigurður Gísli Pálmason, ég ætla að fá að kalla hann athafnamann. Hann hélt mikla ráðstefnu umhverfismál fyrir helgi og ætlum að fara aðeins yfir stöðu þess málaflokks hér á landi. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Þau eru komin til mín Þorsteinn Víglundsson, þingmaður Viðreisnar, Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata, Kolbeinn Óttarsson Proppé, þingmaður Vinstri grænna og Sandra Karis. Þú ert kosningastjóri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og fyrrverandi formaður Barnaverndar Reykjavíkur. Velkomin öll sömul. Við ætlum að byrja á að fjalla um svona kannski mál vikunar sem umfjöllun Stundarinnar sem kom út núna rétt fyrir helgi. Þetta mál fyrrverandi forstjóri á Barnaverndarstofu, meint afskipti hans af máli sem hætti meðferð hjá Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og kjölfarið síðan tilnefning ríkisstjórnarinnar á honum í embætti hjá Sameinuðu þjóðunum fyrir Íslands hönd. Halldóra, þú ert formaður velferðarnefndar sem fer með þennan málaflokk og þú hefur hreinlega talað lygar ráðherra málaflokksins sem Ásmundur Einar Daðason í þessu máli. Geturðu aðeins kannski farið yfir þetta mál og útskýrt svona aðeins hvað það er sem er erfitt kannski fyrir ráðherrann í þessu máli? Sko, mér langar kannski aðeins bara varðandi atburðarásina eftir að máli kemur upp. Það hefur ekki farið fram hjá mér hversu fljótir stjórnarliðar eru að þétta raðir. Forsætisráðherra stígur strax fram og lýsir trausti á ráðherra og talar að hann hafi boðið lofa velferðarnefnd öllum gögnum. Svo kemur Sigurður Ingi með sömu tukkuna í Víglunni í gær. Það sem hann í raun og veru segir velferðarnefnd ekki hafa sinnt sínum skildum og á meðan við vorum 3 í nefndinni sem kölluðum eftir þessum gögnum sem ráðherra er að tala og við þurftum að bíða í mánuð eftir þeim. Þeir komu til okkur á þriðjudaginn og það er lögbundin skylda að skila þessum gögnum á 7 dögum. Þannig að þeir eru komið til okkur mjög seint, bara rétt áður en þessi umfjöllun fer af stað. Hvað gögn eru þetta? Er þetta þessi rannsókn ráðuneytisins á málinu öllu eða bara gögnin sem lágu fyrir þessari rannsókn? Eða hvernig hafið þið fengið niðurstöðu til dæmis rannsóknar ráðuneytisins í hendum? Sko, ég náttúrulega get ekki út af því að þetta eru gögn sem ef við höfum fengið þessi gögn í febrúar, þá held ég að málið líti allt öðruvísi út í dag. En út af því að það var ekki, að ég skoðaði þessi gögn í gær og ég má ekki tala þau. Nei. En ég get alveg sagt að ef við hefum fengið, ef þessar upplýsingar hefði legið fyrir í febrúar, að þá hefði það hefði ekki verið svona auðvelt fyrir ríkisstjórnina að tilnefna Braga í þetta starf til Sameinuðu þjóðanna. Og bara nú mögulega orðið of seint, ég veit það ekki. En það er verið að taka, þú veist, í Víglunni í gær, það var líka Birgir Ármannsson og hann talar þarna hann hikar ekki að lýsa yfir stuðning við ráðherra. Á meðan hann er ekki í velferðarnefndin, hann hefur ekki séð gögnin, hann hefur ekki setið fundina með ráðherra, með barnaverndarnefndunum, en samt hikar hann ekki við að segja að aðrir hafi hlaupið á sig. Og mér finnst svona augljóslega núna verið áætlun að mála, sem sagt mig, formann velferðarnefndar upp, sem einhvern fúskara, sem hefur hlaupið á sig og það er bara mjög kunnulegt stef fyrir okkur Pírata sem eru endurtekið, þá erum við málið upp sem einhver vænisjúkir hvatvísir fúskarar. Þetta var gert í uppreist ærumálinu, þetta var gert í landsréttamálinu, í akstursmálinu og þetta er bara, við keyrum þessi mál áfram þrátt fyrir það að nákvæmlega sama taktík var spilið þar. Þannig að þetta bara kemur ekki til greina núna. Þetta er mjög augljóst að ráðherra, kjarninn í þessu máli sá að ráðherra hefur ákveðið að standa vörð hagsmuni Braga og hann hefur ekki sinnt upplýsingarskyldunni sinni til velferðarnefndar, til Alþingis og það er mjög augljóst eftir að hafa skoðað þessi skjöl. Þorsteinn, þú varst ráðherra þessa málaflokks þegar það kemur upp þarna til að byrja með. Hvernig blasir þetta þér og hvað þarf að gerast til þess að kannski að það traust sem þarf að vera náttúrulega á þessum málaflokki endurheimtist? Sko það vakti furðu mína í málsmeðferð ráðherra á þeirri rannsókn sem var sett af stað meðan ég var ráðherra að máli skildi ekki leitt til lykta. Það er alveg ljóst að sú yfirlýsing sem kom frá ráðuneytinu sem átti að vera lúkning málsins núna snemma þessa árs hafa skautað mjög á yfirborðið og raun og verið í algjöru skötulíki. Þegar þetta mál kom inn á mitt borð sem ráðherra þá sá maður strax að þarna voru mjög alvarlegar kvartanir af hálfu 3 barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu.
þetta var nú kannski sínu alvarlegasta málið, þetta mál sem stundin að fjalla en það voru umtalsvert fleiri tilvik þar sem nefndirnar voru að kvarta yfir óformlegum afskiptum Braga af einstökum málum, þar sem þau töldu að það væri ekki rétt staðið að málum af hálfu fóstur- og barnaverndarstofu. Þannig að ég taldi mikilvægt strax að málið yrði sett í formlegan farveg. Það yrði rannsakað til hlítar og mér finnst þú endurvekur ekki traust á málaflokknum eða málsmeðferðinu öðruvísi heldur en að birta þá niðurstöðu þeirra rannsóknar og það það sem að kemur mér kannski mest á óvart að síðan hefst eitthvert leikrit ef að má bara orða það svo það sem að Bragi tilkynni það að hann sækist eftir störfum, ábyrgðarstörfum erlendis þá sem fulltrúi ríkisstjórnarinnar fer í ársleyfi frá barnaverndarstofu og þessi tilkynning ráðuneytisins sem birt sem raun og ekkert farið ofan í hinnar efnislegu kvartanir í málunum og í mínum huga má heldur ekki flækja þetta of með einhverjum tæknilegum atriðum. Skylda barnaverndaryfirvalda á hverjum tíma að gæta hagsmuna barnanna og í þessu máli í Hafnarfirði þar sem að án þess að við setjumst í neitt dómarasæti það mál sem slíkt að þá get ég ekki séð hvernig fóstýri barnaverndarstofu var að gæta hagsmuna barnanna með afskiptum sínum af því máli og það þetta eitthvað sem að við þurfum að fá skýr svör við. Kolbeinn, þetta formaður þinn og forsætisráðherra eins og Halldóra vísa til, hún hefur komið fram og sagt það að Ásmundur hafi ekki brugðist hennar trausti þó hún reyndar hyggist fara yfir málið með honum. Er þetta einhver stormur í vatnsglasi að tekur undir með þeim, þetta sé alvarlegt mál og jafnvel kannski tilefni til þess að endurskoða þessa tilnefningu til Sameinuðu þjóðanna? Þetta alls ekki stormur í vatnsglasi og ég sammála Þorsteini í því að þessi mál verður að ríkja sátt og það verður að hafið yfir allan vafa. Þetta eru viðkvæmustu mál sem við fjöllum Ég þekki málið ekkert nema það sem hefur komið fram í fjölmiðlum og fylgst með í þingsal. Ég sit ekki í velferðarnefnd og ríkir alltaf trúnaður það sem þar fer fram, þannig að ég veit ekkert hvað hefur gerst þar. Ég hef ekki séð gögnin sem að formaður velferðarnefnd að vísa hér í, það eru trúnaðargögn. Þannig að ég svona stend aðeins utan með þetta og horfi á þetta. En í ljósið þess eins og ég sagði hér áðan að þetta eru þessi viðkvæmu mál sem við virkilega þurfum að vanda okkur við. Það var mér slæmt ef þetta komið onni í einhverjar stjórnarandstöðu skotgrafir og það má bara ekki gerast með málaflokk eins og þennan. Það er alveg augljóst að það er einhver vafi málsmeðferð. Það er ekki sátt með rannsókn sem að fór fram á því. Og mér finnst bara góð hugmynd að við bara stígum það aðeins aftur og fáum bara óháða aðila til að fara í fulla rannsókn á málsmeðferðinni. Ráðherra ætti að mínum að þetta bara einfaldlega að skipa einhvern eða finna einhvern til að fara yfir það eða hver sem gerir það. Þannig að við getum bara aðeins svona á þessum pólitíska vettvangi stíð til hliðar og leyft faglegri yfirferð yfir þetta mál að fara fram. Þú tala þá að ráðherra Ásmundur Einar? Já, ég veit ekki, kann ekki stjórnsýsluna þannig hver ætti að gera það. Ég bara sting þessu fram hér sem hugmynd og ætla ekkert að fara að festa mig í einhverjum leiðum þannig að það eigi að vera þetta frekar en hitt Mér finnst bara allra mikilvægast er að við veltum öllum steinum við í þessum máli og skoðum þessa málsmeðferð alla. Og tökum svo afstöðu út frá því sem úr því kemur. Það myndi ég gera ef ég vilaði einn hér Já. Sandra, þú hefur töluverða reynslu í þessum málum gegnum störf þín fyrir barnavernd. Hvernig blasir þetta við þér? Er þetta skaði sem að verður erfitt að vinna tilbaka á störfum þessara nefnda annars vegar og svo barnaverndarstofu hins vegar? Já, mér finnst þetta kannski vera tveir hlutir. Það er bæði tilnefning ríkisstjórnarinnar á Braga til setu þessari nefnd fyrir hönd Íslands og svo hitt málið sem að Þorsteinn talar með þessa úttekt og rannsókn sem var gerð sem að ég fagnaði á sinni tíma og taldi að vera nauðsynlega með samskipta, örðugleika og kvartanir sem kom frá nefndunum á hendur Barnaverndarstofu.
ég tek undir með Þorsteini að svo yfirlýsing sem kom frá ráðuneytinu eftir að þeirri rannsókn lauk var innantóm, eða þú veist, það stóð ekkert í þessari niðurstöðu. Þetta er óheppilegt að það sé óróleiki í kringum þessa tilnefningu Braga. En hins vegar náttúrulega, eins og Halldór segir óska eftir gögnum, ég þykir náttúrulega mjög óeðlilegt að nefnd innan þingsins sé að hafa afskipta einstaka barnaverndarmálum. Það er náttúrulega bara stjórnsýslan virkar ekki þannig og á ekki að virka þannig. Þetta eru 2 aðskilin völd sem eiga að vera óháð og ganga inn á verksvið framkvæmdarvaldsins með þessum hætti þykir mér ekki vera málaflokknum til bóta. En eins og ég fagnaði því og vildi óska þess að ég fagnaði því að þessi málaflokkur er komin í umræðuna og ég vildi að við værum að ræða málaflokkin en ekki mannin og að fókusinn væri á það að til dæmis að auka meðferðarúrræði ungmenna og annað og leggja fókusinn á það sem hefur verið mikið umræðin í staðinn fyrir að við séum í einhverjum pólitískum eða þingið sé í pólitískum árásum hvað varðar þennan málaflokk. Þetta er mjög viðkvæmur málaflokkur og mér finnst að þetta ætti að vera hlutverk þeirra kjörnu fulltrúar sem sitja inn á þingi og ráðherra að finna farsæla lausn á þessu máli, vera ekki að keyra það í fjölmiðlum og vera fókus á það fyrir hvað barnaverndarmálin og barnaverndarflokkurinn stendur fyrir, sem er að bjarga þessum börnum sem er í vanda og meðan fókusinn er ekki þar, að þá gerist lítið. Þannig að ég bara hvetur til að setja í fókus til dæmis að setja mikið púður í meðferðarúrræði ungmenna sem er í neyslu. Ég held að verða að komast yfir þetta mál allavega náður en þessi hægt að... Má ég bregðast aðeins við þessu út af því að þetta er svona alveg típist tilraun til þess að grugga vatnið. Það er engin, velferðarnefndin var ekki að hafa afskipti af einstaka málum. Við kölluðum eftir upplýsingum kvartanir barnaverndarnefnda vegna Braga og barnaverndarstofu og það var bara mjög mikilvægt og er algjörlega hlutverk okkar í velferðarnefnd að skoða þessi mál. Við kölluðum eftir þessum gögnum og þá kemur í ljós að sú niðurstaða, þær upplýsingar sem við fengum frá ráðherra á fund velferðarnefndar 28. febrúar voru bara ekki réttar hvað var það niðurstöðu rannsóknarnar sem var inn í ráðuneytinu og það kom mjög vel í ljós við skoðum þessara gagna. Þarna er skjal sem ætti ekki að ríkja neitt trúnaður yfir. Það eru engar persónuupplýsingar þarna. Ef við hefum fengið þetta skjal það hefur bara verið langeðlilegast að við hefum fengið þessa niðurstöðu í febrúar. En einhverju hluta vegna var það ekki gert og einhverju hluta vegna var ákveðið að brjóta lög og láta okkur bíða í mánuð eftir þessum gögnum. Og það er bara mjög stórt mál og vekur upp stóra spurningar. Þú veist, hvers vegna? Hvaða hagsmunir liggja þarna baki? Ég verð að taka undir, ég er alveg sammála Söndru að þingið á ekkert að vera að fara með puttana inn í einstök barnaverndarmál, það er alls ekki okkar verksvið. Þingið hefur eins og eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Framkvæmdarvaldið er ráðherra í þessu tilviki eftirlit með barnaverndarstofu og barnaverndarstofa síðan með barnaverndarnefndunum og þarna kemur upp eitthvað sem er í rauninni ekki hægt að kalla annað heldur en trúnaðarbrest á milli barnaverndarnefndana og barnaverndarstofu sem að ráðuneytið leggur síðan yfir og rannsakar en birtir ekki niðurstöðu á og ráðherra virðist ekki hafa greint þingnefnd þá rétt frá niðurstöðu eða lyktum þess máls og það er mjög eðlilegt að þingi kalli það eftir byrju hvað er þarna að baki hver var hinn eiginlega efnislega niðurstaða ráðuneytisins? En þú virðist vera að gefa í skyn að það hafi í sjálfu sér engin sérstök rannsókn eða á einhverjum tímapunkti virðist henni hafa verið hætt bara á þessu máli þegar ákveðið er að Bragi færi þetta í þetta framboð? Ég trúi nú eiginlega ekki öðru heldur en að það liggi efnislega niðurstaða fyrir í ráðuneytinu. Hún hefur bara ekki verið birt, einhver hluta vegna. Það er þá allavega enginn sem stöðvar slíka rannsókn annar heldur en þá ráðherra sjálfur. Að við nú kostið hlýtur að liggja fyrir einhvers konar minnisblað eða efnislega niðurstaða þeirra embættismanna sem lögðust yfir málið. Því að ég tek alveg undir þetta. Svona málið ekki verið einhverjum pólitískum skotgröfum. Aðalatriðið er að það þarf að endurreisa traust og trúnað milli barnaverndarnefndanna og barnaverndarstofu og lykil þáttur í því er að barnaverndarnefndir, 3 barnaverndarnefndir hérna á höfuðborgarsvæðinu sem koma með svo alvarlegar kvartanir gagnvart samskiptum sínu við barnaverndarstofu að þær fái þá lúkningu í málið. Að það komi alveg skýrt fram mat ráðuneytisins
var þetta í lagi eða ekki í lagi, líka bara upp á framtíðina, hvernig samskiptum þessara aðila verður háttað til framtíðar. En ef við förum aðeins í þessa tilnefningu, það hefur komið fram í þínu máli að þeir hefur fundist og var svona einhver áhöld það hvort ætti að funda á morgun eða miðvikudaginn. Niðurstaðan svo að það verður fundað á morgun og þú lagðir áherslu á það út af því að þessi tilnefningafrestur hann rennur út á morgun. Er ástæða ykkar mati til þess að jafnvel draga það tilbaka eða þetta inni síðar eða bara einfaldlega hætta við þetta meðan að málið í lausu lofti ykkur? Ég held að það verði í raun og veru ráðherra að svara því. Það er auðvitað alveg ljóst að með því að tefla fyrir forstjóra Barnaverndarstofu fram sem okkar fulltrúa þá er þetta verið að lýsa því yfir leið að menn telja ekkert athugavert hafa verið í málsmeðferð gagnvart þessum kvörtum sem lagðar voru fram. Það er auðvitað þá ákveðin stuðningsyfirlýsing við þær starfsaðferðir. Þannig að ráðherra heldur á niðurstöðu málsins, það er auðvitað hans að svara fyrir því. Er það svo að þarna hafi allt verið í lagi, engar ástæður til að setja neitt út á þær starfsaðferðir sem þar var beitt og þá held ég að veri bara hreinlegast að birta þá niðurstöðu opinberlega og gagnvart barnaverndarnefndunum ekki síst. Líka út af því að hann er svona óformlegur kandidat líka fyrir öll Norðurlöndin. Þú veist, vita Norðurlöndin af því sem að þessari umræðu þú veist, væri þau sátt við þessa niðurstöðu. Þannig að mér finnst að sjálfsögðu að það þurfi að skoða það, hvort það sé rétt að tilnefna hann áfram. Kolbeitar, Katrín talaði um það að hún hefði ekki verið greint frá einhverjum svona smáatriðum í þessu máli á þeim fundi þar sem að þessi tilnefning er ákveðin. Heldurðu að það geti breytt ykkur eða kemur í ljós að ríkisstjórninni var hreinlega leynt einhverju eða kannski hefur farist fyrir að greininni frá einhverjum atriðum sem að gætu mögulega skipt einhverju máli þegar svona ákvörðun er tekin? Já, veistu, finnst mér ómikið í því að vera velta ef að þetta er svona, hvað þá? Ég mun bara taka afstöðu til þess komið það í ljós, eins og ég sagði hér áðan, ég er ekki séð nein gögn í þessu máli. Og ég held að ég mun í það minnsta að leggja mikið á að vanda mig í umræðu svona viðkvæm mál. Ég er eins og mjög ánægður með að formaður velferðarnefndar hafi strax brugðist við og kalla ráðherra á fund nefndarinnar. Mér finnst það eðlilegt þegar að svona upplýsingar koma fram. Og mér finnst, og það er kannski ekki, ég veit það ekki vinsæl skoðun núna, en mér finnst í sjálfu sér að hvernig verið að taka á því að þessar upplýsingar koma fram í umfjöllun Stundarinnar á föstudaginn í raun og veru ekkert óeðlileg málsmeðferð. Það kemur á föstudegi, ráðherra í útlandum, fagráðherra án forsætisráðherra lýsir strax yfir að hún muni funda með honum málið. Formaður velferðarnefndar kallar ráðherra fyrir sinn fund sem er á morgun og það eru 2 sólarhringar frá því að fréttin birtist og verða 3 þegar ráðherra kemur á fund nefndarinnar og þar af er helgi þar inni. Þannig að mér finnst gott að við bregðumst við og setjumst alvarlega yfir þetta mál og skoðum það. Og allt sem hér hefur komið fram í þessar umræðu núna styrkir mig enn frekar í þeirri skoðun að það sé bara eðlilegt að fari fram óháð rannsókn á allri málsmeðferðinni. Og þá, að því að við erum hér að tala einhverjir hafa séð einhver gögn og einhverjir segja að ráðherra hafa satt og ósatt og aðrir hafa ekki forsendur til að meta það og einhverjir tala málsmeðferðina í málinu sjálfu þar að segja hjá fyrrverandi forstjóra Barnaverndarstofu. Það er bara eðlilegast að við bara, eins og ég sagði áðan, stígum aðeins til hliðar og leyfum faglegri óháðri rannsókn á málinu að fara fram. En er það samt ekki alveg rétt sem að Halldór er að segja að eðlilegast hefði náttúrulega verið að þau hefðu haft aðgang frá upphafi, frá því máli kemur upp þarna, var það í febrúar, aðgang að þessum gögnum í staðinn fyrir einhvern veginn að það sé dregið svo lengi og þau síðan á endanum lesum þetta í fjölmiðlum? Er það ekki svolítið skrítið vinnubrögð? Gögnin lágu nú fyrir á þriðjudag ekki og fréttin í fjölmiðlum kemur á föstudegi. Aftur, ég veit ekki hvað er í þessum gögnum. Það er ekki trúnaður. Almennt séð er ég og hef alltaf verið fylgjandi því að öll gögn séu opin nema eitthvað sérstakt kveðið á að þau ekki að vera opin.
og ég veit bara hreinlega ekki hvað í þessu, þannig að hér var talað að og svona fannst mér, og ég vona að ég sé ekki að mistúlka það eins og það væri eitthvað óeðlilegt að bara 3 þingmenn hefðu kallað eftir gögnunum. Það algild venja í öllum þingnefndum og segir ekki til vilja hinna í nefndinni, sko. Það þarf 3 til að kalla eftir gögnum. Þegar þeirri tölu ná þá skiptir einhver máli hvort að 4., 5. og 7. bætist við eða ekki. Já, en það samt þannig að ég held að það sé, ef ég má bara aðeins klára, ég held að það sé bara eins og ég segi, ég þarf að þekkja eðli gagnanna til að segja hvenær þið óttu að liggja fyrir eða ekki. Ég veit ekki hver eru rökin fyrir því að þau lágu ekki fyrir og voru ekki kynnt nefndinni fyrirfram þarna á þessum tíma, en almennt séð er ég þeirra skoðunar að það á bara að birta eins mikið á gögnum og mögulegt er. Við þegar við fengum ráðherra á fund velferðarnefndar þá var hann spurður sérstaklega út í þetta niðurstöðunar á rannsókninni og hvort það væri ykkur gagn sem lægi fyrir að baki þeirra rannsóknar sem útskýrði þessa niðurstöðu og svörin voru bara að það væri ekki neitt. Þú veist að þetta væri bara niðurstaðan. Þarna sjáum við hvað við erum með einhverjum ólíkum staði. Halldóra situr fund velferðarnefndar og það er ekki trúnaður hann. Ég sit ekki þann fund, þannig ég veit ekkert hvað þar fór fram. Mér finnst þetta aftur undirstrika það sé bara eðlilegast að fara fram óháða rannsókn að þessu. En núna, maður má segja, eins og núna, það var sett af stað rannsókn sem að Þorsteinn kalli eftir á þessum málaflokki og samskiptum annað. Allavega ég segi fyrir mína parta þá var og tek undir að rökstuðningur í kjölfarið var engin. Það voru engar, þetta var held í einblasi og það voru engar upplýsingar í þessu. Sem er náttúrulega líka svolítið dregur úr trúveruleika niðurstöðunum að það sé ekki bara einhvern veginn svona skýr niðurstaða af eða á og rökstuðningu fyrir. Það er skilið þarna eftir ákveðið gat sem að fólki er frjálst að giska í og í kjölfarið stígur Bragi til hliðar eða biður leyfi sem eru náttúrulega líka ákveðnar vísbendingur að það hafi eitthvað verið að en ég held að það sé náttúrulega líka svolítið líki kjarnin í vandanum og það er ekki, þannig ef það eru skipið önnur nefnd til að rannsaka þetta, þú veist hver kemur einhver rökstuðningur fyrir því eða betri niðurstaða eða er ekki bara umbúsmaður Alþingis tilvalin í þetta? Já, að fókusin þarf að vera hnitmiður og það þarf að vera niðurstaðan þarf að vera eftir stjórnsýslulögum sem á að vera rökstuddur sem hann er í þessu tilvika mínum mati ekki. Þeir eru búin að lesa þetta og senda þetta til umbúsmanns Alþingis. Ég ætla að aðeins að skipta gír, það eru sveitarstjórnarkosningar eftir mánuð. Þið eru öll náttúrulega félagar í stjórnmálaflokkum sem að vinna nú að höndum að framboði víðs vegar. Maður finnur ekki beint mikið fyrir því að það séu svona stutt í kosningar. Kannski helst á samfélagsmiðlunum. Er þetta kosningaþreyta í fólki? Er það bara búið að fá nóg eða hefur það kannski bara minni áhuga á sveitarstjórnarmálum? Er það nú alla það? Já, það þyrfti kannski ekki að koma óvart að fólk væri komið með ákveðna þreytu gagnvart kosningum eftir 2 alþingiskosningar í röð með ársmillibili. En nei, ég held að þetta getur nú orðið mjög spennandi kosningabarátta en auðvitað hefur þetta framan og bara dálítið einkennst af þessum mikla fjölda framboða og fréttaflutningur kannski fyrst og fremst hvaða nýju framboð að bætast við hverju sinni. Og svona hinn málefnalega kosningabarátta svona rétt að komast í gang en ég get nú alveg trúa því að þetta getur orðið mjög bara snörp og skemmtileg kosningabarátta. Það er talsvert mikið undir hér eru stór mál eins og samgöngumálin sem að allir eru sammála eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu við verðum að taka á. Við þurfum að styrkja almenningssamgöngunar verulega og þar eru þetta verið að tala þætti eins og borgarlínu sem er mjög mikilvægt púsl í þessari mynd en líka leið þurfum við að tala það hvernig við getum greitt fyrir samgöngum á höfuðborgarsvæðinu að öðru leyti. Það eru ýmsir flöskuhálsar og svona umbætur sem við getum gert varðandi bara bætt flæði umferðar. En síðan eru þetta skipulagsmálin, við erum að horfa upp á þetta vandamál að það er búið að vera hér langvarandi skortur á húsnæði fyrst og fremst fyrir ungt fólk og mér finnst það oft gleymast í þessari umræðu, það er ekki nóg að byggja, það er fyrir hverju erum við að byggja og niðurstaðan í þéttingaverkefnunum hingað til hefur verið að við höfum fyrst og fremst byggt dýrar íbúðir fyrir efnameiri einstaklinga. Við þurfum að gæta jafnvægi þarna á milli. Þétting er skynsamleg og nauðsynleg aðgerð á höfuðborgarsvæðinu öllu held ég.
En við þurfum að háttina með þeim hætti að þær íbúðir sem eru byggðar geti líka hentað ungu fólki og þær hafa bara verið alltaf dýrar til þess. Þar þarf að einfalda skipulagsferlana, hraða í raun og veru undirbúningi af því við verum átt okkur því að þetta eru dýrar lóðir, það er oft að kaupa upp annað húsnæði og annað þannig að tíminn verður mjög kostnaðarsamur og þar þarf borgin að gera miklu betur heldur en hún hefur gert. Það hefur raunar verið alveg eftirtektarvert hversu langan tíma í undirbúningi þessi verkefni hafa alltaf tekið og fyrir vikið verða þau mjög dýr. Sandra, þú ert að stjórna þessari kosningabaráttu hjá þínu fólki. Ert þú að upplifa að það sé erfitt að koma málum í gegn og einhvern veginn svona, bara ná eyrum fólks? Já, ég get ekki undir með Þorsteini að auðvitað er náttúrulega búið að vera mikill hasar í kosningum og pólitíkinni en mér finnst samt fólk vera svona vakna og vera að kalla eftir breytingum og bara sé svona almennt spenntari fyrir sveitarstjórnarmálum núna heldur en hefur verið. En ég held náttúrulega líka að það sé bara af því að það er búið að vera svona sami tónninn í borginni lengi og komin svona, að mínum að þið þreyta í fólk og að fólk vilji fara að sjá eitthvað gerast, sjá einhverja breytingar, sjá einhverja biðlista styttast, sjá samgöngurnar bætast og náttúrulega núverandi meirihluti búin að hafa þetta alltaf góðan tíma til þess að ganga í þau mál og við þurfum að fara að fókusera og ég tek undir með Þorsteini það eins og með íbúið fyrir ungt fólk og umhverfismál, þrífa borgina og að sinna grunnskólum og stytta boðleiðirnar og það einhvern veginn kom mér á óvart þrátt fyrir að ég svona hingað til hefur verið frekar vel inn í borgarmálunum að þegar þessi barátta hófst þá fór maður náttúrulega að kafa dýpra og ég bara svona persónulega bara sjokki yfir því hvað einhvern veginn kerfið er ekki að virka að mínum mati og er ekki að þjónusta íbúana eins og hún á að gera fyrir þá peningar sem við látum að fá. Þannig að ég held að það sé komið tíma breytingar og ég held að fólk sé tilbúið til þess. Kolbeinn, VG er í svolítið skrítinni stöðu. Þeir eru á þinginu, þeir eru mjög sterk á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega í Reykjavík en það virðist einhvern veginn ekki skila sér inn í fylgið í borginni allan með hvernig verið að mæla. Hvernig skýrir þetta? Er þetta kannski svona að Dagur að taka mikið til sín í þessu samstarfi sem að VG hefur verið í? Já, ég hefði nú skýringun á þessu aðriðan höndum, það var nú auðvelt að grípa til aðgerða hvað það var það, en það er vissulega rétt að Dagur er öflugur stjórnmálamaður og hefur verið áberandi. En við hefum nú svo sem verið mjög rokkandi í fylgi og farið býsna hátt og erum að sjá hvað kemur út úr því. En almennt varðandi sveitarstjórnarkosningarnar, það er nú, ég held að kannski síðust 2 mánuði hefur í öllum spjallþáttum sem ég hef farið í, það verið nefnt sem eitt af málunum sem á að ræða, en svo er það alltaf afgang, svo er aldrei rætt. Það er fyrsta skipti sem að þetta við erum raunverulega að ræða það. Það styttist í þetta líka. Það styttist nefnilega í þetta og mér finnst umhugsunarefni hversu lítið við ræðum almennt í samfélaginu sveitarstjórnarmál, því að það er að verða öflugara og mikilvægara stjórnsýslustig og í raun og veru fyrir hinn almenna íbúa þessa lands ótrúlega margt sem að snertir hann sem að er á sveitarstjórnarstiginu frekar en á Alþingi. Mér finnst stundum eins og við þingmenn megum ekki koma upp í pontu með einhver snjallan orðaleik, þá er það komið í fyrirsögn á vefmiðli en á meðan er kannski eitthvað að gerast í sveitarstjórnum sem að fer aðeins undir radarinn. En það er, hér hefur nú... Af hverju er þetta heldur? Ég veit það ekki alveg. Aftur, ég veit það ekki. Ég hef nú verið líka að skrifa stjórnmál og hef alveg ekki að sekur nákvæmlega það sama. Það er eitthvað við eðli þingsins sem að þetta er svona birtingamyndin þar er kannski skýrari, ég veit það ekki. Dagleg, einhver daglegt orðaskak í þingsal, ég bara átta mig ekki alveg á því og ég held að það væri gott ef við getum hort meira til sveitarstjórnarmáluna því að þar er ótrúlega margt mikilvægt hér á ferð og hér er nú búið að nefna margt og ég ætla svo sem ekkert að fara að sitja í einhverja málefnasúpu. En Þorsteinn nefndi borgarlínuna hérna og ég hef nú svona fylgst með þess aðeins utanfrá og finnst ég var eiginlega vona að hún yrði ekki kosningamál. Af því að það er eiginlega verkefni sem maður er búin að fylgjast með og sjá sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hvar í flokki sem þeir standa
öllu pólitíska litrófunum, vinna hægt og rólega í samstöðu þessi mál af því að þau sjá samfélagslegt mikilvægi málsins. Síðan því miður, núna þegar kosningar brustu á og einhverjir þurftu að ná sér í mál til að komast að í umræðinni, þá allt í nú farið að kippa undan þessu og með, ég leyfi mér að segja, bara fullkomlega óraunhæfum hugmyndum hér og sessnöndum talar umhverfismál og það ekkert mikilvægt umhverfismál og borgarlínu. Þannig að ég vona að sú samstaða haldi áfram og við getum komið því mikilvæga verkefni áfram. Halldóra, þið eru svona í bara nokkuð þægilegri stöðu í Pírötum, búin að koma ykkur ágætlega fyrir í svona og í kringum 10% og það verðist haggast lítið milli skoðanakannana, sko, hvað snúast þessar kosningar og hvað er það svona helst sem að ykkur finnst að þurfa að fást í gegn? Það er náttúrulega bara skulum segja svona aðal áherslurnar hjá Pírötum eru alltaf, við erum, þingflokkur Píröta hefur verið svona aðhaldsafl á þingi. Og þessi gegnsæiskrafa. Já, þessi gegnsæiskrafa og berjast gegn þessari spillingu sem á sér stað í kerfunum okkar. Og ég held að bara Píratar í sveitarstjórnarkosningum hafa það líka að leiðarljósi ásamt því að taka á þessum málaflokkum sem aðrir flokkar eru að taka á líka. En við leggjum bara mikla áherslu á, að skapa traust. Berjast gegn spillingu, hafa gagnsæi, hafa beint lýðræði, aðkoma almennings að ákvarðanatöku. Þetta eru þessir hlutir sem Píratar voru stofnaðir í kringum og ástæða fyrir tilveru okkar. Þannig að ég veit að Píratar alls þar berjast fyrir þeim málum en taka auðvitað þessi málefni sem þeir eru búin að vera að tala líka og berjast fyrir þeim málum. Við komumst ekki með þetta lengra, ég gerir fyrir að ræða sveitarstjórnarmálin, töluvert meira fram að þessum kosningum. Takk öll kærlega fyrir komuna. Sigurður Gísli Pálmason sest hérna hjá mér bara eftir örskamma stund.